Fjármálaráðherra gagnrýnir embætti skattrannsóknarstjóra harðlega. Allt of langan tíma hafi tekið að ákveða hvort kaupa eigi skattagögnum Íslendinga erlendis. Ekki hafi allt staðist sem frá embættinu kemur. Það kemur ekki til greina að greiða fyrir gögnum meint skattaundanskot Íslendinga erlendis með ferðatöskum af seðlum. Þetta segir fjármálaráðherra. Skattrannsóknarstjóri verði að rísa undir ábyrgð í málinu. Embætti skattrannsóknarstjóra hefur nokkurra mánaða skeið haft undir höndum sýnisorn af gögnum sem benda til þess að 100 Íslendinga hafi gerst sek skattsvik í skattaskjólum. Skattrannsóknarstjóri hefur sagt að gögnin gefi færi á að rekja slík undanskot. Embættið fékk gögnin sendað utan frá aðila sem vill selja þau. Þótt nokkuð sé liðið frá því embættið fékk gögnin í hendur, hefur ekki enn verið ákveðið hvort þau verða keypt. Þetta endar sannarlega ekki á fjármálaráðuneytinu. Við höfum fengið upplýsingar frá skattrannsóknarstjóra að gögn stæðu til boða og við höfum sagt myndu styðja skattrannsóknarstjóra í að sækja þau, en skattrannsóknarstjóri verður að rísa undir þeirri ábyrgð sinni að stunda skattrannsóknir og afla sér þeirra gagna og upplýsinga sem að til þess þarf, en að því að sú ábyrgð verður ekki tekin af embættinu af fjármálaráðuneytinu. Eftir því sem lengra líður þar til gögnin verða keypt líklegra að meint brot á skattalögum fyrnist. Mér finnst þetta mál hafa verið að þvælast hjá embættinu allt of lengi og ekki allt hafa staðist sem að þaðan hefur komið fram, eins og til dæmis þegar að embættið færir þær upplýsingar í ráðuneytið að gögnin standi til boða fyrir tiltekna hlutfallsfjárhæð af innheimtum skatttekjum sem myndi leiða af upplýsingunum, en eitthvað allt annað kemur í ljós síðar, og auðvitað getur það ekki komið til greina að við ætlum að fara að greiða fyrir gögn af þessum toga með ferðatöskum af seðlum til einhverra huldumanna.